Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða eins hestamennsku fyrir fatlaða og samstarf hjá hestaleigunni Káti og hestamannafélaginu Létti. Verið velkomin, bæði tvö. Takk. Ég bara byrjaði að kannski segja mig frá því hvernig kom til þessi hugmynd að fara að vinna með hestamennsku fyrir fatlaða. Ég held að hugmyndin hafi verið til lengi, en ég held að það hafi verið bara spurning að framkoma. Og núna erum við búin að eiga hestaleiguna Kát í 3 ár. Og okkur hefur líka vantað svona eitthvað að gera á veturnar. Þetta er náttúrulega aðalega sumarstarf. Og það var Hólmgeir Valdimarsson sem kom til mín og sagði að það hefði alltaf verið að leita að þessum. Að fá hestamennsku fatlaðra inn í starfið hjá Létti. Og þá fór bara boltinn á stað, sko. Það er alveg að verða ár síðan að þessi hugmynd kom upp, eða þetta var á stað og svo höfum við notað hausti núna til þess að undirbúa þetta verkefni. Og þið hafið bara tekið vel í þetta og verið með þessa vangaveltu lengi kannski? Já, sannarlega og þetta er hestamannafélagi Létti búin að þjónusta hestamennsku fatlaða í mörg ár hér áður. Áður en að reiðhöllin kom til. Síðan hefur þetta legið niður í nokkur ár. En hestamannafélagið Hörður í Mosfellsbæ er búin að vera með hestatengda þjónustu fyrir fatlaða í mörg ár og við svo sem erum að reyna að horfa bara í það frábæra starf sem þar er unnið og við teljum að ef það er vettvangur fyrir hestamennsku fatlaðar á Suðurlandi þá hlýtur það að vera líka hér því að hér búa líka fatlaðar einstaklingar og þetta er mjög vinsælt þannig hjá Erði og við njótum góðs af þeirri reynslu sem þeir hafa. Þannig að við viljum bara nýta reiðhöllin okkar glæsilegu og efla það starf sem er verið að vinna í því fína húsi. En af hverju samstarf? Já, við rekum reiðhöllina og við þurfum að vera inni við þetta. Við getum ekki verið úti með þessa hestatengdu þjónustu, þannig að frábært að fá Ingu Báru og þau til að koma þessu með okkur. Já, og svo náttúrulega á hestamannafélagi allavega ekki hesta og við þurfum hesta til þess að þjónusta fatlaða í þessu verkefni. Nákvæmlega. En af hverju hestamennska fyrir fatlaða? Hvað kannski heimskuleg spurning bara af hverju hestamennska yfirleitt? Er það alveg nákvæmlega sömu þarfir sem bara samskipti við dýr og gleðin við að umgangast á eða svo hefur maður líka heyrt að það sé ákveðin tegund og sjúkraþjálfun líka sem að tengist hestamennsku. Hvernig hugsið þið þetta? Sko, númer 1 þurfa hestarnir að vera alveg bara 100% og eiginlega meira en það, þá er ég meina bara tryggir og traustir því að það skiptir ennþá meira máli að þessu tryggir ennþá meira máli að þessu traustir fyrir þennan hóp. Og já, þetta hefur allavega greinar sem ég hef lesið og það sem ég hef kynnt mér og rætt bæði við sjúkraþjálfara og veiðiþjálfara að þetta skilar svo ofboðslega miklum árangri. Þá er ég að meina að styrkja fatlaða. Hvernig þá? Líkamlega. Bara sem dæmi þá fór ég suður til þess aðeins að kynna mér þetta hjá Herði og sá þar fatlaðan strák sem var alveg bundinn í hjólastól og þær sögðu mér sko að fyrst hefði hann bara alveg legið fram á hestinn og þeir hafi tengt hann bara og svona smá saman hafi styrst og á nokkrum árum þá gat hann setið uppréttur í samt hnakk sem er sér smíðaður fyrir fatlaða og við munum vera með svoleiðis hnakka. En hann sat samt alveg upp réttur og þurfti ekki að styðja sig við beltið sem var hann. Þannig að mér finnst það í rauninni bara þetta hvatti mig svo mikið áfram í þetta verkefni. Nákvæmlega. Bara að sjá hvað þetta getur gert fyrir fatlaða. Það var bara alveg ótrúlegt og hann er allur orðinn miklu sterkari. Það er alveg magnað. En svo náttúrulega líka bara sálræna hliðin. Það einhvern veginn að umgangast dýr er allavega svona upplifun mín að gefa manni líka bara svona sem manneskja og andlega. Já, enda erum við með dæmi fólk sem hefur komið til okkar, fatlaðir einstaklingar, þeir eru ekki óska eftir að fá frá hestbak. Þeir eru óska eftir að fá að koma og klappa hestinum, fá að knúsa hann og koma með andliti að faxinu á honum og það er alveg ótrúlegt að sjá þessa nálgun fatlaðs einstaklings. Andlega fatlaðir einstaklingar hafa komið til okkar og það er alveg ótrúlegt að sjá hvað þeir ná sambandi sem við skiljum ekki við hestinn. Það er ótrúlegt að sjá þetta. Er það svona? Já, og þetta er rosalega, og eins og Inga bara segir sko að þetta hvetur okkur áfram til þess að bjóða upp á þessa þjónustu því að eins og ég sagði áðan, ég trúi því ekki að það sé einhver öðruvísi samsetning á fólki hér fyrir norðan eins og fyrir sunnan.
En almennt, þið eru náttúrulega bæði alveg all in, eins og maður segir, þegar kemur að hestum. Já. Er þetta, þú veist, þessi upplifun þessi persónulegu tengsl og bara svona þessar góðu tilfinningar, er það eitthvað sem hvetur ykkur áfram með? Eru þið svona sporti eða hvernig, hvað sögna það í óskopunum að falla svona rosalega fyrir þessar hestamennsku? Og ég segi hvað besti vinur minn heitir. Það er hestur sem heitir Ísak. Já. Það segir alltaf að segja þar, sko. Já, nákvæmlega. Akkur eru þið bestu vinir? Við tölum bara oft saman þegar ég þarf að losa mig við ýmsar tilfinningar og orð og þá bara fer ég upp í hesthús og halla mér upp á honum og við eigum unastundir. Nákvæmlega. Já, ég náttúrulega sko er alveg upp í þessu þannig ég þekki kannski ekkert annað en sko mér finnst alveg dásamlegt að komast á bak, ballaus, túristalaus og bara hlaða batterín, bara einn reiðtúr og bara endur nærð. Þú veist, þetta er bara, ég ein í náttúrunni, þetta er bara yndislegt. Nákvæmlega. Það er bara ekkert sem ég hefnast á við þetta. En hvað með þjálfunina, ef við förum aftur að hestamennsku fyrir fallaða, verður þú í þjálfuninni? Já. Já. Og hvað þarf það að hafa í huga sem er ólíkt þegar þú ferð í þjálfun fyrir fallaða? sko, ég náttúrulega verð bara aðeins að fá að komast að því sjálf, bara með reynslu en sko, öryggi, númer 1 myndi ég segja. Já. Bara það er það sem ég mun byrja á, þú veist, bara að allt sé öruggt og ég ger þetta semst bara með öryggi og fagmennsku, eins vel og ég get. Nákvæmlega. En bara endilega kannski að koma því að hér, ég ætla til þess að þetta gangi, þurfum við styrki og við munum semst koma til með að sækjum þá þar sem að það er hægt og svo þurfum við sjálfboðaliða og bara krakkar, ef þið hafi áhuga á hestamennsku, bara komið til mín. Já, skemmtilegt. Já. Og þið ætlaði að vera með einhverja kynningu núna eftir helgi? Já, við verðum með kynningu upp í Reiðhöll á mánudaginn og við hvetjum náttúrulega alla sem hafa áhuga á málinu, ekki bara fatlaða einstaklinga eða forráðamenn þeirra, heldur líka bara hestamenn og forráðamenn bæjarins og þeir sem þessi mál fjalla og líka þá eigendur fyrirtækja sem eins og Inga sagði, vilja koma og aðstoða okkur við þetta verkefni. Þetta kostar töluvert mikla peninga, þetta eru töluvert búnaður sem þarf til að koma þessu á laggirnar og við erum ótröð að fara í það. En ætlum að vera með þessa kynninga á mánudaginn klukkan 5 upp í Reiðhöll og ætlum að sýna svona hvað við stefnum að gera í þessu, fyrir þessa einstaklinga sem að mér finnst svona í gegnum árin hafa svona kannski setið svolítið utangars. Við vitum að Akur og Eik er að sinna fötluðum einstaklingum mjög vel en þar eru kannski 2-3 íþróttagreinar en hestamennska er íþróttagrein fyrir alla og við viljum sýna á sanna að fatlaðir það er engin undantekning. Algjörlega. Áður en ég slepp ykkur, meðan langar mér svo að vita hvað með annað að frétta af Hestamannafélaginu. Nú er veturinn að ganga og gengin í garð, getum við ekki sagt það þegar það er að nálgast nóvember. Hvað er framöndan hjá okkur í vetur? Við erum svona bara undirbúa veturinn og það verður viðamikið dagskrá hjá okkur í vetur sem og endranær og kannski ennþá meira en okkur sinni áður því að Hestamannafélagið léttir í 90 ára á næsta ári og við stefnum að því að klukkan 12 á miðnætti núna áramótin og þá byrjum við afmælisárið og það verður allt sem við gerum verður afmælistengt og við gerum í hverju mánuði eitthvað sem verður sérstaklega merkt afmælinu og við munum halda eina stóra veislu á árinu 2018. Og varðandi hestaleiguna, er eitthvað opið hjá þér í vetur og fólk hefur áhugaði að fara að baka vetur til? Opið allt árið, alltaf velkomin. Yndislegt. Gaman að fá okkur í heimsókn og ég vona að fólk sjáu tækifæri í þessu til þess að njóta hestamennskunar en við höldum áfram í föstudagstættinum eftir augnablik.